Nefndin sem á að rannsaka aðdraganda og orsakir falls íslensku bankana hefur mjög víðtækar heimildir. Hún má skoða öll þau gögn sem fyrirfinnast, burtséð frá bankaleynd og getur kallað hvaða aðila sem fyrir nefndina. Við ræðum hér á eftir við Pál Hreinsson, formann nefndarinnar, og Tryggva Gunnarsson, umboðsmann Alþingis, sem á sæti í nefndinni. Alþingi kom á fót nefnd síðustu áramót sem á að rannsaka aðdraganda og orsakir falls íslensku bankana og tengdra atburða. Nefndin hefur mjög víðtækar heimildir og getur kallað hvert sem fyrir sig og má skoða öll þau gögn sem fyrirfinnast, hvað sem líður bankaleynd eða öðrum takmörkunum. Páll Hreinsson, hæstaréttardómari, formaður nefndarinnar og þar sitja einnig Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, og Sigríður Benediktsdóttir, kennari við hagfræðideild Yale-háskóla í Bandaríkjunum. Páll og Tryggvi eru sestir hjá Þóru Arnórsdóttur. Velkomnir báðir tveir. Nú hefur rannsóknarnefndin verið að störfum í 2 mánuði eða þar bil og ég veit að fólk mjög óþreyjufullt að vita hvernig starfi gengur, hvað þið eruð að gera og svo framvegis. Páll, gætirðu kannski útskýrt aðeins fyrst hvað það nákvæmlega sem þessi rannsóknarnefnd á að skoða og skila? Nú, í meginatriðum má segja að hlutverkið sé þrennt. Það í fyrsta lagi að draga saman upplýsingar aðdraganda falli bankana. Eins og við heyrðum hér í fréttinni hér undan, þá heldur betur deilt hver rásatburður hafi verið. Í annan stað það að greina hver eru orsakir falls bankana. Og þar þarf það að skoða hvort að íslensku bankarnir stóðu verr heldur bankar í nágrannalöndum okkar. Hvort að það einhver sér íslenskar aðstæður hér fyrir hendi. Og þriðja lagi eigum við að taka skaruna hvort að mistök eða vanræksla hafi átt í stað við framkvæmd á lögum og reglum, þessu tengt. Sem þó nokkuð verkefni. Tryggvi, það líka vinnuhópur, það ekki, sem á að skoða siðferði og starfshætti og athuga hvort að það einhver að söka þessu. Vegna þess að það sér vinnuhópur í því, eru þið þá ekkert að skoða það? Jú, eðlilega kemur það inn í þá skoðun sem við gerum á þessu máli, en það var talið að hálfu Alþingis rétt að setja sérstakan hóp til þess að skoða það og þá líka út frá því að þar kæmu að sérfræðingar sem sérstaklega gætu fjallað þau sjónarmið sem þarf að leggja til grundvallar og fræðiatriði, og sú vinna sem kemur út úr þeim hóp munu auðvitað koma inn í okkar skýrslu, standa líka sjálfstætt, en það eru fjölmörg atriði sem tengjast svona siðferðum í viðskiptum, siðferði í þessari starfsemi sem koma til skoðunar. Við getum nefnt til dæmis í raun og veru hugsanleg hvatakerfi í bönkunum sem kunna hafa haft áhrif á viðskipta ákvarðanir. Við heyrum umræður það að bankarnir hafi jafnvel veitt fyrirgreiðslu til einstaklinga, félaga, og þá það sagt og sett fram undir þeim formerkjum að það kunna hafa verið gert í þeim tilgangi að hafa áhrif. Nú, þetta eitt af því sem við verðum auðvitað að kanna, hver niðurstaðan af því veit maður ekki. En ég lít svo á að það sé okkar hlutverkurinn að leiða í ljós hver var þá sannleikurinn þessa hluti. Þið hafið feikilega víðtækar heimildir. Þegar maður les lögin nefndina, kemur í ljós að þið megið í rauninni til dæmis ganga í öll gögn. Hvað sem líður þagnarskyldu eða öryggi ríkisins eða hvað það hvaða takmarkanir sem þið megið gangi í allt. Hvað eru þið að skoða núna? Við höfum verið að undirbúa þessa rannsókn. Og að því að varðar staðreyndimálsins þá höfum við verið að draga okkur samtíma gögn, fundagerðir, minnisblöð og annað slíkt til þess að reyna að varpa ljósi á atburðarásina. Og í framhaldinu af því munum við kalla síðan til skýrslutöku þar sem þarf að fylla upp í þá mynd sem að þú kemur. Hins vegar að því að varðar orsakir bankana þá erum við farin að fara inn í bankana og draga að okkur nauðsynlegar upplýsingar til þess að geta farið í þessa greiningu. Allt þar sem þið byggust við að finna? Það ekkert að svara því hér og nú, við erum ekki komnir það langt, hvort að þar vantar eitthvað, en við munum gera grein fyrir því ef svo En nú þetta 3 manna nefnd, þið megið ráða ykkur sérfræðinga og starfsfólk, það komið eitthvað að stað? Já, þið gerir þetta varla 3? Nei, ekki það nú svo, þetta nú meira verk en við ráðum við það. Við höfum þegar ráðið til starfa með okkur 5 starfsmenn í fullu starfi. Það eru síðan nokkri sem að sinna tilteknum afmörkuðum þáttum. Nú, við erum í undirbúningi aðkomu erlendra sérfræðinga líka og þannig að þetta allangur hópur sem vinnur að þessu. Það hefur kannski ekki farið fram hjá ykkur að fólk mjög óþreyjufullt og það mikið vitnað til þessarar nefndar. Þegar skýrslan kemur eins og það verði einhver dómstagur,
ykkar heimildir í lögunum eru líka þannig að þið megið kalla hvern sem fyrir og neiti fólk að koma þá eru viðurlögin sektir eða alltaf 2 ára fangelsi. Eru þið farnir að tala við fólk? Við erum farnir að tala við fólk, já, og gerðum það strax bara fyrstu dögunum til þess að draga okkur upplýsingar, nauðsynlegar upplýsingar til þess að geta lagt niður verkefni fyrir okkur. Eru þið búin að setja lista yfir þá sem að þarf að ná í og tala við? Það er búið að brjóta þetta upp nokkuð eftir þeim stofnunum sem við þurfum að nálgast og fá upplýsingar úr. Og annars vegar fara þessar viðræður fram óformlega þar sem verið að draga aðalega saman upplýsingarnar og upplýsingarveiturnar, fá aðgang á þeim og hins vegar á þetta eftir að gerast með formlegri skýrslutöku. Og er þetta opinber gögn? Nú maður að velta því fyrir sér hvað þið megið sýna og hvað ekki? Þegar við skilum okkar skýrslu þá gerum við þetta grein fyrir þeim niðurstöðum sem við komumstum að. Okkur fengið mikið vald til þess að fara og skoða alla skapaða hluti og þegar við skilum okkar skýrslu þá tökum við jafnframt ákvörðun það hvað af þessum hlutum við teljum til þess að birta. Auðvitað það gert ráð fyrir því í lögunum að við förum varlega með þá hluti sem varða persónuleg málefni einstaklinga. Þannig að það verður að gæta fyrst trúnaðar að tíleitinu til en á móti kemur að þessari nefndir auðvitað ætlað að varpa ljósi á það hvað gerðist og hverjar voru ástæðurnar. Ef að þær ástæður eru þess eðlis að það verður að greina frá einhverjum atvikum sem tengjast fyrirtækjum, persónum, já þá ekkert undan því vikist að gera það en það verður að gera það mjög varlega. En þið eruð í rauninni bara í sannleiksleit, þið eruð, ef þið komist að einhverju í ykkar starfi sem að gefur vísbendingar refsiverða háttsemi eins og það orðað, þar sem menn hafi brotið lög, að sendið það þá frá ykkur bara jafnóður? Það fer þá til saksóknara, ríkissaksóknara og eftir átökum þeim sérstakar saksóknara sem skipaðar hefur verið sem mun fylgja því eftir. Þarna sem sagt verið að rannsaka þetta út frá ólíku hliðum. Við erum í þessum stóru spurningum sem brunnið hafa á landsmönnum. Hvað gerðist eiginlega? Við erum að reyna að draga saman heildarmyndina því. En saksóknari, sérstaklega saksóknari, hann í einstökum málum þar sem grunnurleikur á afbrot hafi verið framin. En þið líka vega og meta íslenska kerfið, eftirlitsstofnanir og annað, bera það saman við hvernig gengur að gerist í nágrannalöndunum og annað. Og hafið þið síðan það vald að leggja til eða segja, heyrðu, fjármálaeftirlitið gerði þessi mistök, Seðlabankinn gerði þessi mistök, þið megið segja allt? Já, okkur falið það verkefni að ganga úr skökkum það hvort það hafi verið gerð mistök, hverjir bera þar ábyrgð og við raun og veru jafnframt að koma fram með tillögur, ef við teljum rétt að gera sérstakar tillögur breytingar, úrbætur og lögum, starfsreglum, stjórnsýslun og aðra slíkir þætti. Og þetta auðvitað stemt að því að þarna komi í raun og veru mynd að því hvað gerðist og grundvöllur þá til þess að draga ályktanir breytingar ef menn telja tilefni til þess. En það má ekki, ef þið kallið fólk inn til skýrslutöku, það má ekki nota það sem það segir ef það verður höfðað mál á hendur viðkomandi eða hvað? Já, það var þannig gengið frá lögunum af hálfu Alþingis að í skýrslutöku, það sem fólk segir hjá okkur, það verður ekki nota gegn því í opinberu máli. Ákæruvaldi verður þó einfaldlega að finna önnur sönnunargögn eða vill halda máli fram. En veit samt en hefur samt aðgang að þessum, veit hvað kom þar fram en má ekki nota? Það kann að vera það auðvitað í frásögn okkar í skýrslunni, þá komið það í ljós hvað hefur verið sagt til okkur, en þannig var það þessu gengið, já. Hvað verður síðan allar upplýsingarnar sem þið safnið saman? Það birtast fyrsta lagi í þeirri skýrslu sem við skilum til Alþingis. Síðasta lagi í 1. nóvember? Já, 1. nóvember síðasta lagi og síðan auðvitað En það kemur nú ekki allt fram þar, það? Þið safnið miklu meiri upplýsingum en koma fram nákvæmlega í skýrslunni. Já, samkvæmt lögunum þá á nefndin að skila þeim gögnum sem að verða til hjá nefndinni til Þjóðskjalasafns og þar verður þau varðveitt. En við skulum átta okkur að því að þegar unnið með upplýsingar úr bönkunum þá fer vinnslan fram í bönkunum sjálfum. Þetta náttúrulega gríðarlegt gagnamagn og það ekki verið að fara með meira úr bönkunum heldur en þau eru á eftir það búið að
sektor og tengja saman og finna þær upplýsingar sem við erum að leita að. Ég segi mér bara, það þannig að starfsmaður frá ykkur og jafnvel þið sjálf farið inn í bankana og farið í gegnum færslur dag eftir dag eftir dag eftir dag til þess að finna til dæmis eitthvað sem að ykkur grunar að geti verið? Já, það þannig að vinna okkar núna undanfarið hefur farið í það að skipuleggja þetta og hún hefur farið í það að greina í raun og veru hvað eru hugsanlega þau aðalatriði sem geta skipt máli. Í því svo flókinni starfsemi sem íslensku bankarnir hafa verið með, þá er þetta alveg ljóst á þeim tíma sem við höfum til stefnu, þá getum við ekki farið í allar skapaða hluti. Þannig að við verðum auðvitað einbeita okkur að því hvaða atriði það hugsanlega sem geta haft áhrif að því svona fór. Og þá í raun og veru ekki bara því að það stöðvaðist innstreymi lánsfjár og það var ekki að fjármagnað áfram. Heldur líka svo staðreynd að þegar þessum fyrirtækjum er lokað, að þá reynist afskaplega lítið vera fjármunnuðar. Það er eignir sem til ráðstöfunar eru minni heldur en að talið var. Þannig að við höfum lagt sem sagt grunn að því að geta skoða þessi atriði og þau veru mörg hver þess eðlis að þau verða bara skoðið í bönkunum og það gerum við með okkar fólki. Við vorum í einum banka í morgun og við höldum þessu áfram. Þegar skilja af ykkur, eins og ég sagði, eigi síðar en 1. nóvember og sumir vildu nú til dæmis ekki kjósa fyrir en eftir að þessi skýrsla verið komin vegna þess að þá væri dómur fallinn hverjum þetta var að kenna og ekki og hverjum ekki. Hvað gerist 1. nóvember? Það er nú talað að það er frekar að vera upphaf en endir. Já, þegar við umræður frumvarp það varða þessum lögum sem að nefndist alveg eftir. Þá lögðu mjög margir þingmenn áherslu á að þetta var upphafið af umbótavinnu og þeirri breytingum sem þyrfti að gera bæði á löggjöf, stjórnsýslu og fleiri atriðum. Og þess vegna var þetta engin endir á málinu, heldur raunverulega nauðsynlegur grundvöllur þannig að hægt er að taka þessi ákvarðanir. Þannig að boltinn fer þá til þingsins með þessari skýrslu okkar og þá eru komið nýtt þing og við verðum þá bara að sjá hvernig vilja menn taka á málinu þá. Það þarf þá að hafa hugrekki og vilja til þess að gangi máli eða eitthvað? Heldur betur. Mér langar aðeins vegna þess það hittist þannig á að í gær var sýnt hérna í Ríkissjónvarpinu mynd ris og fall, aðalega fall Enrons og það hefur verið fekið mikil umræð þetta, samlíkingar við Ísland og það sem hér gerðist. Er það raunhæft? Það er ekki gott að fullyrða fyrir fram með niðurstöðu svona rannsóknar, en við skulum átta okkur á því að svo starfsemi sem rekin var í sjálfu sér hér í þessum bönkum, hún var náttúrulega stórum hluta til alþjóðleg og hún laut auðvitað svona vissuleyti alþjóðlegum lögmálum og meðal annars var vikið að því myndinni að þarna voru reikniskil sem komum við sögu. Við höfum eins og ýmsar aðra þjóðir gert breytingar á okkar reikniskilum nú allra síðustu árum og þar koma til í raun og veru alþjóðlega reikniskilareglur, reikniskilastaðlar. Nú, meðal þess sem þar var fjallað er í raun og veru svo inntaksbreyting sem hefur orðið á reikniskilunum að ársreikningar og reikniskil voru ju áður lýsing á því sem gerst hafði í fortíðinni en nú eru reikniskil kannski einhverju leyti þeim er ætlað að varpa ljósi á í raun og veru markaðsvirði fyrirtækisins, taka miða af nútímanum og það gerir maður með því að taka inn þætti sem að verða hugsanlega til í framtíðin í raunveruleikanum. Þannig að vöruframboð til dæmis í íslenskum bönkum, sú starfsemi sem að þar var uppi, þetta er auðvitað alþjóðlegt. Þannig að við getum ekki á þessu stundu útiloka að það sé einhverjir þeir þættir sem að megi finna samlíkingar með. Þannig að En það er, eins og segir, menn voru, það var kannski ekki síður það að það spiluðu allir með. Já, það er kúltúr á hverju vinnustæði og skiptir miklu máli. Og eitt af því sem við munum skoða eins og Tryggvi kom hér áðan er hvatakerfið sem þar var við lýði. Og í Enron þá veltum menn fyrir sér akkurat þegar hvatakerfið voru þannig að menn tóku sífellt meiri áhættur og fóru út fyrir lög og rétt og þótti þó lítið til koma. Það er alltaf spurning hvernig er aðstæðan hér, það getum við ekki tekið afstöð til núna, en þetta er eitt af því sem við skoðum. Finnið þið fyrir því vegna þess að það er hrópað dálítið
hvers vegna ekki búið að yfirheyra menn, hvers vegna ekki búið að handjárna menn, einhver hlýtur að bera ábyrgð á þessu, finnið ekki fyrir þessum þrýstingi? Sjálfsögðu mikil reiði og þrýstingur í samfélaginu og ekki ástæðulausu. Hins vegar má, eins og við höfum komið áður, þá má kljúfa þetta í tvennt, það annars vegar refsimeðferðin og hins vegar það sem við erum að gera. Við hefum reynt að fara eins langt með samtíma heimildir til þess að draga upp atburðarásina og skýrslutaka hjá okkur eftir neðurúrræði til að fylla upp í það sem ekki kemur fram annars staðar. Þetta horfum náttúrulega öðru sér við þegar sakamálur ræða og kannski óþreyjan auðvitað í því að hvað eru komin fá mál til hins sérstaklega saksóknara. Þið fenguð 10 mánuði. Það eru 2 búnir, 15. Náið þið að klára þetta svo vel sé fyrir 1. nóvember? Já, þetta eins og með spretlubaran. Þegar maður leggur á stað þá verður maður náttúrulega vonast til að ná í markið. Maður hefur enga heimild til þess að færa markið til og við erum lagðir af stað og við vonumst til þess að við getum gert þetta á þessum tíma. Það verklag sem við höfum sett niður fyrir okkur miðar að því. Við getum svo sem ekki sagt til það núna hvort að við komumst að einhverjum þeim hlutur sem að þarfnist frekar athugunar. Ég held eins og það sé óskaplega mikilvægt að þjóðin fái niðurstöðu þetta sem allra fyrst og við vinnum eftir því að geta staðið við þetta. Kærar þakkir fyrir komuna, Páll og Tryggvi, og gangi ykkur vel í ykkar starfi. Takk fyrir.